10. liður á dagskránni eru undirgöng undir Hörgárbraut. Það Hjalti Jón Sveinsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér að ræða afar brýna framkvæmd sem margir bæjarbúar hafa beðið lengi eftir, undirgöng undir Hörgárbraut. Að ræða 12. lið fundargerðar skipulagsnefndar frá 29. apríl síðastliðnum. Þar að ræða erindi sem dagsett var 27. apríl frá Birni Jóhannesinni þar sem hann fyrir hönd vegagerðarinnar á Norðurlandi eystra og framkvæmdadeildar Akureyrarbæjar sækir framkvæmdaleyfi fyrir gerð undirganga undir Hörgárbraut norðan Skúta samkvæmt miðfylgjandi teikningum. Framkvæmdadeild Akureyrarbæjar mun sjá framkvæmd verksins fyrir hönd vegagerðarinnar og hefst það innan skamms ef að líkum lætur. Skipulagsnefnd hefur einnig yfirfærið innsenda fyrirspurn hverfisnefndar Holta og Hlíðahverfis sem dagsett var 13. ágúst síðastliðinn, sem áframsend var til vinslu í framkvæmdadeild og hjá vegagerðinni. Þar sem óskað eftir upplýsingum stöðu mála varðandi fyrirhuguð undirgöng. Samkvæmt upplýsingum framkvæmdadeildar voru 2 útfærslur skoðaðar, annars vegar gerð undirganga og hins vegar lækkun vegar í landi og bygging brúar. Og það tillaga vegagerðarinnar að gerð verði undirgöng. Það sé helmingi ódýrara, jafnvel meira heldur en að fara hina leiðina. Einnig var það skoðað hvort að leggja ætti göngin aðeins sunnar en horfið var frá því vegna legu lands og legu göngustíga. Þannig að þessi tillaga liggur fyrir þessa staðsetningu og það verði sem sagt gerð göng en ekki brú. Tekið skal fram að í tillögunum gert ráð fyrir að núverandi strætóstoppistöð verði færð að undirgöngum. Einnig gert ráð fyrir göngustígum meðfram Hörgárbraut samkvæmt aðalskipulagi. Þá leggur skipulagsnefnd áherslu á að gönguleið frá Hringtorgi að undirgöngum verði gerð sem allra fyrst. Og einnig að gert verði ráð fyrir strætóstoppistöð rétt norðan Hringtorgs vestan við Bónus. Skipulagsnefnd hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn og telur að framkvæmdin sé í samræmi við aðalskipulag og leggur því til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfið verði samþykkt. Það lagt hér með til atkvæðagreiðslu. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, ég vil bara af þessu tilefni lýsi yfir mikill ánægju með að þetta skulle vera komið á þetta stig. Þetta búið að vera lengi í pípunum. Nú þetta loksins að þokast áfram. Þessi staður búinn að vera einn af þeim hættulegustu fyrir gangandi umferð í bænum um langa tíð. Þessi gat hefur klofið þetta skólahverfi og þar af leiðandi þetta ákaflega ánægjulegt að þetta skulle vera komið á þetta stig sem við erum að afgreiða frá okkur núna. Ég held hins vegar í framhaldinu og ekki síst að róa nú aðeins meira til hér í fjármálum að við ættum að skoða þennan möguleika víðar í bænum. Þórunnarstrætið auðvitað orðið mikil umferðargata eins og við vitum og þar gríðarlega mikil gangandi umferð, stóri skólar og stóri vinnustæðir og ég held að í framhaldi af þessum framkvæmdum á Hörgárbrautinni að við þyrftum að leggjast yfir það og skoða það ekki hvort heldur hvar og hvenar við færum í samsvarandi framkvæmdir á öðrum hættulegum stöðum í bænum. Guðrún Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að vera alveg á sömu nótunum og bæjarfulltrúi Jóhannes Bjarnason. Ég mjög glöð með það að nú sé liggi fyrir að samþykkja framkvæmdaleyfi á gerð þessara undirganga. Þessi undirgöng hafa komið til umræðu ítrekað hérna inn í bæjarstjórn og það er bara mjög gleðilegt að nú sé komið að þessu því að þetta verulega bætir öryggi gangandi vegfarenda og skólabarna, sérstaklega skólabarna í Glerárskóla og líka þá sem að sækja bogan og íþróttasvæðið stunda íþróttaiðkun á Þórssvæðinu og nú verið að byggja upp Þórssvæðið. Það verður meiri notkun þar svo það
meiri þörf á þessu en ella. En mér finnst bara full ástæða til þess að fagna því að þetta sé að koma til framkvæmda og ég er mjög hamingjusöm með þetta. Orðið er laust 10. tölulið. Baldvin Á. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna sérstaklega þessum undirgöngum undir þjóðveg 1 á einhverjum hættulegustu gangbraut bæjarins og vissulega er bara búið að bæta þarna búsetuskilyrðin í Holtahverfinu og þetta er merkur áfangi að þetta skyldi komast núna í framkvæmd. Þetta er búið að vera þörf á þessu í áratugi og það eru börn þarna á ferð í og úr skóla oft á dag og til íþróttaiðkunar og þannig að ég verð að segja eins og að þetta er mjög ánægjulegt að þetta skuli loks vera komið í framkvæmd. Takk fyrir. Orðið er laust 10. tölulið. Dr. Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, ég hef aldrei haft neitt sérstaklega miklu áhyggjur af þessari hæð þarna og hef ekki ennþá. Og þegar að bæjarfulltrúar koma hérna og fullyrða þessi hættulegustu staður í bæjarkerfinu þá myndi ég gjarna vilja fá það hérna bara í tölum. Ég er ekkert sammála þessu. Ég man ekki eftir slysið þarna síðan 69. En auðvitað er betra að byrgja brunnin áður en barnið er dottið ofan í og hérna allt sem bætir er auðvitað til góðs. Mér finnst bara þessi lausn ekkert sniðug. Ég get ekki séð það að krakkarnir úr Langholtinu og Þverholtinu og Einholtinu að sunnan að þau takja á sig þennan krók hana niður í Jökuldalinn til þess að fara í göngin. Ég held að þau hoppi nú bara yfir veginn eins og það gert nema að verði girtur bara með rafmagnsgirðingu eitthvað svoleiðis. Það er kannski hugsunin. En ég get bara ekki samþykkt þessa tillögu vegna þess að mér finnst þetta afleit lausn að fara með þetta niður dokkina. Og er hræddur það að þetta skapi frekar hættu heldur en hitt þegar að krakkarnir fara að lauma sér þarna yfir í staðinn fyrir að labba niður í Jökuldalinn til að fara undir í undirgöngin, því að það hefði nú verið skilyrði held ég að undirgönginum hefði þá verið í gönguleið. Þetta er mín skoðun. Orðið er laust 10. tölulið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Við göngum til afgreiðslu. Hér liggur fyrir tillaga frá skipulagsnefnd það að bæjarstjórn gefi framkvæmdaleyfi fyrir undirgöngum undir Hörgárbraut og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja það að gefa merki. 10. Einhverja móti. Samþykkt með 10 atkvæðum. Oddur Helgi Halldórsson situr hjá